Í þessu myndbandi ætla ég að sýna hvernig við hnekkjum lokaeinkunn hjá nemendum í einkunnabókinni í Canvas. Ég er hérna inn í gervinámskeiði og í þessu gervinámskeiði erum við með 20% einstaklingsverkefni, við erum með 30% hópverkefni og síðan erum við með 50% lokapróf. Og ef við förum inn í einkunnabókina, þá er búið að gefa að gefa öllum nemendum einkunnir fyrir einstaklingsverkefnið, hópverkefnið og lokaprófið. En hérna erum við með nemanda sem hefur fengið 6,5 fyrir einstaklingsverkefnið, hann fekk 6 fyrir hópverkefnið, en hann fær bara 4,3 á lokaprófinu. Og í þessu námskeiði þá verður hann að standast lokaprófið til þess að bara standast námskeiðið yfir höfuð. En inn í einkunnabókinni, þar sem að þetta verkefni er 20%, þetta er 30% og þetta 50%, þá náttúrulega reiknar einkunnabókin út að þessi nemandi sé með lokaeinkunna 5,5. Þannig að hann í rauninni nær námskeiðinu en tæknilega séð á hann að falla út af því að hann féll í lokaprófinu. Við viljum geta hnekkt þessari einkunn þannig að í rauninni hans lokaeinkunn verði 4,3 út af því að hann er fallinn í námskeiðinu. Ekki að hann kíki bara inn í einkunnabókinni í Canvas og sjái, hei frábært ég fekk 5,5, ég er búinn að standast námskeiði, sem er í rauninni ekki rétt. Þannig að það sem við þurfum að gera til þess að geta gert þetta er að við förum í stillingar í námskeiðinu. Smellum á það. Og við förum hérna í eitthvað sem heitir valkostir þáttar. Hérna inni er eitthvað sem heitir hnekking lokaeinkunnar og við þurfum semst að virkja þetta, að þetta sé heimilað og við smellum á það hér. Og þá getum við farið aftur inn í einkunnabókina og því næst þurfum við að fara hérna upp í tannhjólið hægra megin hérna í einkunnabókinni, smellum á það. Þá fáum við hérna flipa sem heitir ítarlegra og við smellum á hann og þá þurfum við að smella hérna aftur við leyfir hnekkingu lokaeinkunnar og muna að smella uppfæra. Það sem gerist þá, ef við förum alla leið hérna út í enda, núna hérna við hliðin á alls eða heildareinkunn nemenda í námskeiðinu er komið nýr dálkur og hann heitir hnekkja. Og hérna finnum við nemandann sem við þurfum að hnekkja einkunnina hjá og það er þessi hérna og hann á að fá í rauninni 4,3 í lokaeinkunn út af því að hann fekk 4,3 í lokaprófinu og þá þarf ég bara að smella hérna í þennan glugga og ég þarf að skrifa 43 eins og 43% sem mun koma út þá sem 4,3. Þannig að þá í raun breytist lokaeinkunnin hjá þessum nemanda í námunda að 4,5 sem þýðir að hann hefur fallið í námskeiðinu þar sem að þú verður að ná lokaeinkunni 5 til að ná námskeiðinu og ef við förum inn í nemendasýnina fyrir þennan nemanda, smellum hérna á nemendasýn, smellum hér og förum sem þessi nemandi inn í einkunnirnar hans og þá sér hann þetta svona að lokaeinkunn hans í námskeiðinu eru 43% eða 4,3 en ekki í raun 5,5 út af því við erum búin að hnekkja einkunnin hans. Þannig að hann sér, já, ég er fallinn. Þannig að ég vona að þetta hjálpi.